og sæl. Það merkilegt að á meðan Öryrkjabandalagið hefur hingað til þurft að grenja út örlitla kjarabót og jafnvel leggja út í dómsmál við ríkið til að fá hlut sinn réttan, þá það innheimtumaður og blaðberi sem gefur félaginu ævisparnað sinn, heilar 60 milljónir og það stærsta gjöf sem bandalaginu hefur borist. Ég held að ráðamenn hljóti að skamma sín við þessar fréttir eða þeir ættu að minnstakosti að gera það. En það styttist í páska með tilheyrandi áti og óhófi. Þetta stefnir í metár landans í ferðalögum innanlands og svo það blessaðar fermingarnar. Nú það kynslóðin sem verið að ferma og það segir sig sjálft að þetta fólk kallar á nýjar og ferskar leiðir til að komast í fullorðinna manna tölu. Nei, elska mín, það engin með kransaköku lengur. Já, ég hérna til dæmis með rosalega sniðuga hugmynd. Ekki athöfnin í Hallgríms? Ok, nú þá byggjum við bara til í kirkju svona Doritos-flögum með einhverju snakki og svo skreitum við bara með jalapejos og svo leiðis, ha? Já, það miklu meira modern, elskan. Já, gleymdu kransakökunni, við erum nútíma fólk. Allt lagi, elskan. Heyrðu, það komin hérna kúneti mín, ég verð að hætta núna. Já, bless. Fyrirgefðu þetta, má ekki bara bjóða þig sæti og hefur ekki bara skella okkur í þetta. Staður? Ha? Hvar á að ferma? Bústaðakirkju. Stund? Hvenær, elskan? Já, 14. apríl. Úlala, það laugardagssunn? Já, það sunn dagur. Ok, og það hún, látum okkur sjá. Það hún Telma Tara sem svo heppna. Já, við þurfum að hugsa músík. Erum við að tala symfó eða erum við að tala Rottweiler? Þú verður nú að fyrirgefa, ég hef ekki alveg hugmynd hvað þú ert að tala Segðu til þess, við verðum að hafa tónlist í veislunni, annars fara allir leið og borðhaldið búið. Já, ég hef ekki hugsað í það. Býtu, er það vaninn? Trúðu mér. Engin músík, engin stemning, glötu veisla. Hérna listi við bönd sem komið til greina, allt frábæri listamenn, taktu þetta með þér og pældi í þessu en ekki of lengi, það allir að bóka. Dittu til dæmis gleymdinni, hún alls þar. Á hverju hefur hún áhuga? Dittu? Nei, Telma Tariskan. Já, eiginlega ekki neinu held ég. Ég hef ekki orðið var við það. Hún svona mest inn í herbyggi bara. Jú, hún hefur farið á skauta held ég. Pottþétt. Við áttum sker út af henni læsæ, stytt af henni klaka og stillum henni upp á miðju veisluborðinu. Þetta verður ræði. Býtu, bráðnar ekki styttan bara í veislunni? Frábært, ótrúlega tákgrænt. Fermingabarnið bráðnar, hún að breytast í konu. Heyrðu, það ekki þyrla? Þyrla hvað? Sko hvernig á innkoman að vera hjá henni í veisluna? Ef það þyrla, þá pikkar hún hana bara upp í kirkjunu og hún stekkur út í fallíf og lendir í garðinum. Það svona voða glæsileg sjón þegar kirkjutin blæs út og náttúrulega flottast þegar hún væri með sendimæk og fer með trúarjátningun í leiðinni. Barnið? Býtu, ekki fólk að gera þetta? Ekki. Sko, þetta ekkert barnaafmæli. Á að ferma barnið eða á ekki að ferma hana? Jú, það ferming, en ekki svolítið mikið að hendur út á þyrlu? Sko, ef þú hefur komið til mér fyrr, þá hefði ég getað reddað þig slökkvílisbíl. Þá fermingabarnið fest efst í brunastigann, það ógeðslega töff. En það bara allir slökkvílisbílar bókaðir þennan dag. Þú ert sáttur við þyrlu? Já, það verður bara svo að vera, fyrst að allir að þessu. Flott hjá þér. Hvernig líst þér á vetrargarðinni í Smáralind? Já, ég veit það nú eiginlega ekki. Ég held ég rati bara ekki þangað, það ekki... Frábær staður, treystu mér, við höfum veisluna þar. Já, þú segir það. Hérna, já, ég svona aðeins að hugsa kostnaðinn, sko. Eðlilega. Sko, ég get alveg lofað því að þú ert að fá peningana virði. Þetta fyrir aldrei yfir 2,5 og þetta dagur sem gleymist aldrei. Við erum í raunina að skapa hérna dýrmætar minningar og það það sem skiptir mestu máli, ekki satt, Eskan? Jú, allir það ekki. Hérna, já, ég var að hugsa hérna, ef ég sleppti kannski þyrlunni og væri ekki sniðugt að hún geti kannski hoppað ofan úr trénu heima í garði. Það hátt fall, sko. Heyrðu, Eskan, viltu ekki bara láta mig þetta? Það alltaf voðalegt klúður þegar fólk að reyna að gera svona sjálf. Já, fyrir ekki. Nei, ég var bara svona... Næsti gestur minn segist ekki vera á leiðinni heim en hann nú heima núna. Þetta engin annar en bassasöngvarinn Viðar Gunnarsson. Við skulum aðeins tala við hann Viðar.
las það við þig í viðtali í blöðunum að þú væri búin að vera 12 ár í Þýskalandi. Já, ég hef búin að vera búsettur þar í... Er það ekki nóg? Getur ekki farið að koma heim? Það væri vissulega gaman. En þú kannt vel við þig þarna og þú ert ekkert á leiðinni heim eins og... Nei, meðan ég hef eitthvað að gera þarna úti, þá er ég ekkert á leiðinni heim. En þú starfar víða, ekki satt? Þú ert á ferð og flugi? Jú, ég hef verið það síðustu 2 ára, þá hef ég verið í svokallari lausamennsku. Já. Og það hefur gengið. Það hefur gengið vel. Já. En hvar býrðu? Ég er búsettur í Vísbaden og er búinn að vera þar búsettur núna í öll þessi ár. Og ég hef nú verið með svona bráðabirgða aðstöðu hingað og þangað Þýskaland, en við höfum haldið gerur fyrir þar vegna þess að krakkarnir hafa verið í skóla og svona. Já, ég veit að þú átt 2 börn sem eru nú á hraðrilega með að verða fullorðin. Hvernig hefur þeim fundist í gegnum tíðina að eiga svona farfugl fyrir föður? Ég held að þessi orðin þessu vön og ég held að þau séu bara fegin. Bara fegin? Já, að ég komi svona sjaldan heim. Fáðu alveg nóg að þér þessa stuttustund sem þau hitta þig? Ég segi það nú kannski ekki, en svona það er ábyggilega gaman þegar maður hefur tækifæri til þess að koma heim og þá það er verulega gaman. Hvað er framöndan hjá þér næsta vetur? Ég verði búinn að gera svokallega rammasamning við Ríkisóperuna í Kassel og svo Hvað er það, rammasamning? Þá er maður með svona ákveðin fjölda sýninga eða kvölda eins og það er kallað. Já. Og ég verði með 30 sýningar eða 30 kvöld þar og þess á milli þá hef ég tækifæri til þess að gera það sem til fellur annars staðar. Já, sinna því sem þú færð í lausamennskunni. Já, maður kærir sem að gera. Já, en nú er Íslenska óperan að fara fastráða söngvara og það er náttúrulega mikið ánægjefni. Eru þeir ekkert búin að bjóða þeir að gera neitt í vetur þar? Jú, það er fyrirspurn. Það er fyrirspurn, já. Og ég þarf bara... Settur hann í nefnd? Já, ég er svona búinn að koma þessari fyrirspurn áfram til Þýskalands og ég er að bíða eftir því að þetta svari. Hvort ég geti tekið þetta að mér. Mér langaði svo til að athuga, hefurðu prófað að brjóta kristalsglas með röddinni? Nei, heldur það sé hægt? Ég veit það ekki, maður har séð svona í teiknimyndunum. Þetta á að vera kristalsglas, ég hef nú reyndar til að vera efasemdur um að sé það. Ertu nokkuð til í að prófa fyrir mig? Já, hvernig á ég að fara að þessu? Ég bara baula á glasið, ekki að kvita. Já! Nei, ef að gera aðra tilraun. Til í einu enn. Já! En sko, ég veit ekki hvort að þið heyrið að það allavega hljómar í glasunni hingað til mín. Heyrðu, þakka þér fyrir þetta, Viðar. Þú eru búin að komast að þetta er ekki hægt. En ég mun Veistu, ekki fyrir svona dimmarrættin. Það er kannski, kvenrættinar gætu gert þetta. Það er nefnilega það. Unga börn gætu það kannski. Já, kannski. Heyrðu, en þið, Jónas Ingimundarson, héldu tónleika í vikunni sem leið. Hvað voruð þið að syngja? Við vorum með ýmsar aríur sem ég hef verið að fást við eða syngja undanfarin ár. Ásamt því að við erum með ljóði eftir Schumann. Ásamt því að nokkur íslensk einsögslög sem að ég hef svona tekið ástfóstri við í gegnum árin. Nú er Hamraborgin svona lag tenorana. Hvað er lag bassana? Ég meina, eða eiga þeir lag? Svona, er Bjórkjallarinn eitthvað? Já, Bjórkjallarinn. Það er náttúrulega... Maður hefur stundum heyrt það, baulað af miklum bössum. Jú. En ég held að sé ekkert íslenskt lag sem að við syngjum frekar en annað. Nei. En þú ætlar að syngja fyrir okkur hérna og hann Jónas Ingimundarson er hérna líka. Hvað ætlir þið að flytja fyrir okkur? Við ætlum að flytja aríu úr óperunni Rakarinn frá Sevilla. Já. Og þetta hún heitir á ítölsku La Calunnia og þetta er Róberan. Róberan? Róberan, já. Aha. Þannig að, og hvað gerist í þessari aríu? Hann er að segja þeim manni sem er með honum á sviðinu að það sé mjög auðvelt að koma af stað róburði, níði, bara að fara hægt af stað svo
eykst þetta svona smám saman og áður en við vitum af þetta orðið á stórum snjóbolta. Það þarf að gera þetta vel eins og annað. Já. Heyrðu Viðar, þakka þér fyrir komuna og góða ferð til Þýskalands aftur og vertu velkomin heim sem oftast. Við skulum gefa þeim Jónasi og Viðari gott klapp. Alla poco curiosendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco poco, vola già del loco, sempre il buono, la tempesta, deve sempre la foresta, batiscando, brontolando, e ti far furor celar, alla vindra bocca scoppia, si propaga, si raddoppia e produce l'esplosione. Come il calva di cannone, come il calva di cannone, un terremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombar, un terremoto temporale, un tumulto generale che fa l'aria rimbombar. Calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va crepar. Il meschino calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar. Si va a crepar, si va a crepar, si va a crepar. Þetta hafi verið frábært. En hér fyrr í vetur buðum við fólki að auglýsa gegn vægu verði. Nú það hefur verið gríðarlega mikil ásókn í þetta, þannig okkur fannst við ekki eiga annarra kosta völ en að hleypa að nokkrum smáauglýsingum núna. Já, ég auglýsi eftir ljóðelskri konu. Hún á að vera svona. Falleg fiskinn, krútin fróð, ferkvönduð,
að aftan, alltaf hýr og heit og rjóð. Sæl, ég heiti Kjartan. Áhuga leikfélagið Hugleikur rekur Stórhuga leikhús. Þetta elsta áhuga leikfélag Reykjavíkur og þau flytja ævinlega ný leikverk sem samin af félögum Hugleiks. Þessar mundir sýna þau söngleikinn Kolrössu eftir Þórunni Guðmundsdóttur í leikstjórn Jón Stefáns Kristjánssonar. Og hér að ræða óvenjustóra sýningu með 20 leikurum og 7 manna hljómsveit. Við skulum fá til okkar höfundinn og tónskáldið Þórunni Guðmundsdóttur. Gjörðu svo vel. Sæl, velkomin. Takk. Ég verð nú eiginlega bara að byrja því að telja upp allt það sem þú ert. Þú ert útskrifuð söngkona, einleikar á þverflautu, þú ert söngkennari og blásarakennari, doktor í söng og söngfræðum og nú ert þannig leikskáld og tónskáld. Hvernig rúmast þetta allt í einni konu? Já, ég veit það ekki. Það bara riðist allt fram eiginlega, þannig að ég verð að gefa þér plás. Það nefnilega það. En músíkin er greinilega þitt aðalforti. Hvenær byrjaðir að hafa áhuga tónlist? Ég og systir mín, við vorum sendar eiginlega án þess að spyrja að því í tónlistaskóla sem krakkar. Já. Og smátt jókst áhuginn þangað til ekki varð aftur snúið. En greinilega með árangri. Ég var líka send í tónlistaskóla, það skilaði engum árangri. Nei. En þú lærðir í Bandaríkjunum, var það ekki? Jú. Eftir að hafa lokið námi hér, þá fór ég til Bandaríkjanna og var fyrir rúm 5 ár. Hvar varstu? Ég var í Bloomington, Indiana, eins og mjög margir aðrir góðir, bæði söngvarar og... Hvað, það einhverstað í miðri Ameríku, ekki það? Jú, Miðausturríkin. Hvernig kunnur við þið þar? Afskaplega vel. Tókst eitthvað með þér að menni? Þú ert ekki inn svona amerísku? Nei, ég held ekki. Nei? Þetta var nú svo mikil háskólabær og mjög alþjóðlegur, þannig að það var ekkit síður að maður kynntist menningu annarra landa en Bandaríkjana. Þannig að ég held að það sé ekkit frekar Bandaríkin sem hafa sett svip sinn á mig. En segðu mér að því ég er svo vitlaus, hvað er að vera doktor í söng og söngfræðum? Þú ert ekkit vitlaus, það eru mjög margir sem spyrja að þessu. Þetta er mjög eðlileg spurning því að hvernig er hægt að vera doktor í söng? Þessi gráða sem ég tók var svokölluð performance gráða. Ég hef aldrei fundið almennilegt íslenskt orð fyrir það. Þannig að námið fólks töluvert í því að koma fram og halda tónleika og vinna að þeim, en svo var líka mjög mikið af kúrsum og prófum og þarna lærði maður sögu sönglistarinnar, bæði ljóðatónlistar og óperutónlistar, alls konar aðra tónlistarsögu og fræðigreinar sem tengdust tónlistina á allan hátt. Og hérna, en ertu þá færin til dæmis að gagnrýna raddir og getur aðstofa fólk sem er að læra að syngja og svoleiðis? Já, ég á að geta það. Þú átt að geta það? Já. En svo snúum okkur að Hugleik. Hvað ertu búin að vera meðlimur lengi þar? Ég held að séu 6 ár. Tíminn líður bara svo hratt að maður fylgist ekki alveg með. En sko, á Íslandi finnst mér allir vinna sko 2- og 3-falda vinnu. Hvernig hafa hérna félagar Hugleiks tíma til að standa í svona viðamikilli starfsemi eins og Hugleikur í raun og veru er? Hvenær vinnið þið? Það er spurningin. Eins og þú sagðir, þá er þetta áhuga leikfélag, þannig að fólk hefur áhuga á því sem það er að gera og ef fólk hefur nógu mikinn áhuga, þá finnur það tíma. En þetta er svona, kannski svona svolítið svipað eins og vertíð. Það eru 2-3 mánuðir fyrir frumsýningu sem eru mesti álagstíminn og þá eiginlega getur maður hvatt fjölskylduna og sagt við sjáumst aftur eftir 3 mánuði. Og er skilningur fyrir því á þínu heimili? Ég er reyndar B1. Já, en það er skilningur fyrir því á þínu heimili. Já, við komumst á samkomuna við það, ég og ég. Nú hafa sýningar Hugleiks gjarnan verið á þjóðlegum nótum, er það einhver stefna leikfélagsins? Nei, það er ekki stefna, en þetta, eins og þú sagðir áðan, þá er þetta allt saman ný íslensk leikrit, frumsamið okkur og það er mjög eðlilegt að við leitum í íslenskan raunveruleika og kannski íslenskan óraunveruleika líka að bæði leita í þjóðsögur og annan arf og... Sko, í ykkar leikhúsi, eða sko, sýningar Hugleiks, þar eru sýnt fleiri íslensk verk heldur en sko bæði atvinnuleikhúsin sína samtals af íslenskum verkum. Já, það má eiginlega segja það. Er það ekki? Jú. Þannig að það er kannski Hugleikur hérna vettfangur fyrir höfundar sem komast ekki að hjá atvinnuleikhúsunum. Já, það er að gera að gefa sér fram ef fólk hefur áhuga. Já, ég hef tóldi verið að skrifa. Já. Heyrðu, en hérna, nú lítur að verða mikil vinna fyrir það að koma sér saman. Þú ert ekki bara höfunduleikur, þú semur líka alla tónlistina. Hvernig vannstu þetta? Vannstu þetta ein eða vannstu þetta með hópnum? Hvernig var þetta til? Lengi vel þá var ég ein að vinna í þessu og þetta er nú fyrsta verki sem ég skrifi í fullri lengd, þannig að þegar ég lagðist á það hafði ég ekki hugmyndu hvort mér tækist að klára þetta yfir höfuð.
Ég hugsaði þetta fyrst sem leikrit en fljótlega kom í ljósa að persónunar kölluðu eiginlega á tónlist. Það mikið af, það eru þarna 2 systur sem syngja dúett eðlilega og fjölskyldan syngur hana kvintett og svo framvegis og þetta kallaði á tónlistarlega úrvinnslu fannst mér. Og hérna ævintýrið, sagan tekin úr þjóðsögunni, Já, þetta sagan Ásu, Signý og Helgu, þessar margfrægu systur. Já. Sem svona kannski svolítið öskubisku minni. Helga Greið þarf að vinna öll verstu verkin. Ég á 2 systur, ég Helga í mínum systkinahópi. Hvað ertu að segja? Já. Heyrðu, en hvar hefur hugleikur aðstöðu til æfinga og sýninga? Já, hann hefur eiginlega mjög takmarka aðstöðu til æfinga. Við, til dæmis núna fyrir þetta verk, þá eiginlega hröktumst við frá stað til staðar til þess að finna einhvern almennilega stað til æfinga og það voru 6 staðir sem við æfðum á. 6 staðir? Já. Hefur hugleikur einhvern notið opinbera styrkja? Já, það má nú ekki vanþakka það. Reykjavíkurborg hefur oft stutt okkur myndarlega og við fáum ákveðna fjárhæð frá þeim á hverju ári og það gott að blessa en okkur sárvantar aðstöðu. Til fastan samanstæðu þetta. En við ætlum að fá hérna smá atriði úr sýningunni. Hvað fáum við að sjá? Við fáum að sjá aðra af freku systrunum, hana Ásu, sem vondu systurunni. Já, hún svolítið illgjörn og eigingjörn. Og nú hún loksins búin að fá drauminn uppfylltan að það kom biðill á baðinnar, en svo reyndar kom í ljós að hann var ekki allir það sem hann séður, því að þetta reyndist vera þríhöfða þurs. Og það sem við sjáum núna, þá Ása nýkomin í hellinn. Hún bjóst við höll en fekk helli og hún ekki alveg nóg hress með þetta. Þursinn ætlast til þess að hún sópi og hreinsi og eldi matinn og... Bara dæmigerður karlmaður. Já, það má kannski segja það. Og hún kemur hann bara æðandi og upphefur mikið reiðilestur og mótmæli þessari meðferð. Heyrðu, við skulum bara fá að sjá þetta. Þórunn Guðmundsdóttir til hamingju með sýningunni ykkar og já, bara haltu áfram. Ég ger það Ég sé út alveg að springur inn ekki, það koma örugglega 200 leikrit frá þér á næstu dögum bara. Ég segi það kannski ekki, en hver veit. Gangið vel, við skulum fá þetta atrið, gjörðu svo vel. Ég held að þú sést algjörlega og gjörsamlega gengin af göflum. Þú grópaðir af gósi og gimsteina safni í stöflum og gullslegnum hnífum og göflum. Enginn sé ég auðæfi en heræfi með sköflum á köflum. Ekkert mark er takandi á öllum þínum endem í spöflum, vatningum og vöflum. Kanntu þá bara að punta þig púra og prýða, hlýinnar vegna og letinnar skaltu nú líða, lengi þarf ekki að bíða. Ég hik ekki við það að hýða ef vilt ekki hlýða. Hika ekki við, víst skal ég stríkja þig, strekja á stríinu síða, stinga þig og stríða. Ég held að þú sért bara að punta þig púra og prýða, hlýinnar vegna og letinnar skaltu nú líða, lengi þarf ekki að bíða. Ég hik ekki við það að hýða ef vilt ekki hlýða. Hika ekki við, víst skal ég stríkja þig, strekja á stríinu síða, stinga þig og stríða. Dúsaðu þá í dimmum og daunillum helli, dreymi þig illvættir, hungrið og þorstinn þig felli, hleranum aftur ég skelli. Kast eins og greppin, hún kann ekki neitt þessi kelli. Hvernig væri hvað? Hvernig væri að ná bara í nýja í kvelli. Hættu þessu regli. Já, ég sá auglýsingu frá Kjartani og ég vona að ég komi til greina. Sértu Kjartan kappinn klár, skal ég öllu tjalda, kleinur baka öll þín ár, sæll, ég heiti Alda.
Bakhlutinn breiður, stór, helst hann líkist Lassi. Spila á gítar, syngi kór, röddin mín bassi. Já, Kjartan, ég vona að þetta hefur vakið áhugaðinn. Þú hefur þá bara samband. Framhaldsskólarnir eru duglegir við að setja upp stórsýningar með söng og dansi. Hingað eru komnir nemendur úr Fjölbrautaskóla Garðabæjar en þau ætla að flytja fyrir okkur lagið Donna úr söngleiknum Hárinu sem þau sína þessar myndir. Gjörðu svo vel. Sjá ég Donnu og spjalla 16 ára píu. Ó Donna, leita fantasi. Í sifastöngum sjá ég Donnu í San Francisco. Sýru teiti kátu. Ó Donna, hvar finn ég þá gnátu? Hafið þið séð húðflúraða unglingsstúlku, hafið þið heyrt? Hún var böstuð fyrir fegurð. Og sjá ég Donnu og spjalla 16 ára píu. Ó Donna, leita fantasi. Ég var á Indlandi og sá ljósið skína skær. Ég skrapp til Suður-Ameríku og svaf þar mjög væn. Ég endur holgaður, það himneskur. Ég hefst á lotu sem fer í dimma gröf. Sifastöngum sjá ég Donnu í San Francisco. Sýru teiti kátu. Ó Donna, hvar finn ég þá gnátu? Og ég vil kenna henni kunstina að njóta. Leggja í kjöldu hennar hausinn minn njóta. Samfarir okkar fá stjörnum af hinni stef. Gera stöðu flug út af því sem ég Í sifastöngum sjá ég Donnu og spjalla 16 ára píu. Ó Donna, leita fantasi. Svo leita ný, leita fantasi. Donna! Bragðgóðar og spennandi sósur frá Toro. Í lífinu þú lærir það að leggja þér að munni hollan mat sem þú að hollustunni. Þetta rímaði nú ekki hjá þér. Hvað hætti? Þessa viku allir leðurjakkar beint til þín með 5.000 króna afslætti. Dressmann. Strumpapáskaeggjum frá Nova Sirius eru glæsilegir vinningar úr ævintýralandi strumpana. Leynist vinningur í egginu þínu. Kettir eins og Felix vilja Felix. Gefðu kettinum þínum Felix. Það ótrúlegt en satt að í þessari fernu færðu hreinan ávaxtasafa úr 16 sætum appelsínum.
Brynkebí ávaxtasafa hefurðu fundið betra bragð. Þriðjudaginn 27. mars ætlum við að safnast saman við Úlfarsfell sunnan megin og taka þar á móti gameskipinu Oxnix 842. Boðið verður upp á léttar veitingar. Við hvetjum sérstaklega þá sem tala snikksnokks að mæta. Það gildir nú sem áður að banna þeir að klæðast rauðum fatnaði. Mætum öll rikksnokk. Wow. Þetta er vitleisa. Páskana verður mikið dýrðir norður á Akureyri. Á skírdag verða stórtónleikar í íþróttahöllinni þar sem koma fram, hún hét nú reyndar einhvern íþróttaskemman allavega, þar sem koma fram 150 listamenn. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands, Karlakórinn Heimir, barna- og unglingakór Akureyrarkirkju og auðvitað Álftagerðisbræður. Það koma einnig fram bæjarlistamaðurinn á Akureyri, Óskar Pétursson, Álftagerðisbróðir, og Sigrún Hjálmtýsdóttir. Þau eru hingað komin og ætla að flytja fyrir okkur lag Karls Runólfssonar Í fjarlægð.
ætla sennilega margir á skíðum páskana ef ekki norður, þá vestur eða austur. En sem betur fer líka einhver snjór þetta árið hér fyrir sunnan, þannig að allir ætla að geta skemmt sér við að svífa niður brekkurnar. En Gagga að fara í sitt fyrsta skíðaferðalag í áratugi og ekki laust þegar hún sé haldin svolítlum svo kölluðum skíðakvíða. Lítum á það. Ég get ekki verið í þessu. Ég er alveg svo fíll. Hvaða vitleysa, Gagga, þetta svo sætt. Kannski sottist nollaður rassinn, en það allt í lagi. Ekki voðalega ég hissa hvað þú bætta á þig. Þú tóðir svo mikið niður þig. Góðan sko! Reynd þú að fara í galla frá því þú varst 15 ára og þá skulum við mæla hvor hefur bætt mér á sig. Ég myndi nú hafa meiri áhyggjur að skíðakunnáttunni þínur fórum. Þú nú svo mikill dómadagsklaufi. Af hverju var ég að láta hana Sillu draga mútið þetta? Af hverju ertu svona hissa á því? Hún Sigurlaug hefur alltaf dregið þig á eftir sér á stærunum. Kann hún eitthvað í skíðum? Hún Silla, hún keppti á skíðum þegar hún var unglingur. Manneska sem getur varla gengið á milli herbergja ástund. Hún frænkans Valdimars Arnórssonar í föðurætt og Kristins Björnssonar í móðurætt. Þannig að þetta er náttúrulega ekki sanngjarnt. Ég nú frænka Diddúar. Það gerir þig ekki óperusöngunum. Nei, en þú getur kannski verið hommi eins og Páll bróðurinnar. Getur verið vitlaus? Ég gæti ekki orðið hommið þó mér langaði. Svo bara sanna, Gagga, að þetta erfist ekki. Ég fer bara ekki neitt. Hvaða vitleysa, Gagga? Þú búin að fá lánuð þessi fínu skíði? Nú tökum við þetta föstum tökum. Svona, komdu út á gólfið með mér og ég skal sýna þér undirstöðu atriðin. Síðan hvenær kann þú á skíði? Nú, ég fylgdist nú með skíðaleikjum í sjónvarpinu í mörg ár. Tók alltaf þátt. Sko, aðalatriði að ná hreyfingunum áður að stígur í skíðin. Nú, ég held að vera aðalatriði að standa á skíðunum. Það kemur á sjálfu sér. Sko, fyrst verður maður að læra að dúa svona, dúa. Na, dúa og dúa og dúa og dúa og dúa og dúa og sveifla handleggjunum fram og aftur og fram og aftur og dúa og dúa og dúa. Svona gerði eins og ég. Mamma, á maður að gera svona í fjallinu. Ég hef aldrei séð fólk haga sig svona á skíðum. Og svo tvista maður. Svona tvista, tvista og tvista. Fyrirgeðu, ertu ekki að rugla þessu saman við eitthvað annað, mamma? Nei, ég man alveg hvernig þetta var. Já, og svo stekkur maður, svona til hægri og til vinstri, og til hægri og til vinstri. Hvenær fórst þú á skíði? Ég man ekki eftir því. Það er ekki skrítið. Ég hef aldrei farið á skíði. Ég er bara ekkert fyrir vetraríþróttir. Þakka þér kærlega fyrir kærslustundinu, mamma mín. Ég held ég láta þá Akureyri bara sjá að leiðbina mér. Nema, ég hangi náttúrulega blindfull í göngugötunni yfir helginu og láti Sillum að monta sig í fjallinu. Arngunnur, þú gerir mér ekki þá hneisu að fara að drekka þig fulla norður á Akureyri. Þar sést aldrei vín á nokkru manni. Halló, Akureyri! Jæja, það er komið að comeback aldarinnar eða afturgöngu aldarinnar. Kaffibrúsakallarnir hafa fundið hvort annan á ný og ætla að leiða hesta sínan saman nú 30 árum síðar. Þeir eru komnir hingað til okkar, Gísli Rúnar Jónsson og Júlíus Brjánsson, bjóðum þá hjartanlega velkomna. Sælir og velkomnir. Má ég biðja þig, Gísli, að koma aðeins nær honum? Júla, já. Hvernig, segið mér nú aðeins, hvernig urðu kaffibrúsakallarnir til? Já, nú er stórt fyrst. Já. Hvað gerðist? Gísli, vilt þú ekki? Í stuttumáli þá bara vantaði 2 skemmtikrafta fyrir nýja þátt sem var að hefði göngu sín í sjónvarpinu 1972 í stjórn Jónasar R. Jónssonar og Egil Sævarssonar. Við sittum hér í stjórnvölinn og einhverju hluta vegna lentum við nú þarna við Júlíus, allsendis óþekktir. Voru þið gamlir vinnir eða? Já, við höfum verið saman í leiklistaskóla hjá Ævari Kvaran. Já. Og vorum svona kunnir og ætluðum okkur nú eitthvað svona fram á þessu sviði. Þarna lentum við fyrir svona eiginlega staka tilvíðum. Og þetta má þá segja það að þetta hafi verið upphafið á ykkar leiklistaferli?
Já, við lítum svo að þetta sé hafi verið byrjunin. Þetta var byrjunin. Já. Og hvernig tók fólk þessu nú? Hvernig var ykkur tekið? Frekar hlýlega. Frekar hlýlega, já. Það var eiginlega, við urðum með svari sko eiginlega eftir þetta var sendt út þessi þáttur hér kvöldstund í sjónvarssal, ég var rétt, og hann sendur út semst annan hvern laugardag. Já. Og við tókum eftir svona fyrstu 2 helgarnar að fólk var farið að gjóa augunum eftir manni út á götu sem var nú mjög nýstálegt fyrir brygðu sko. Á þeim tíma? Já, á þeim tíma sko. Og já. Þú nú þurft að þola þetta allar götur síðan og þú sendur líka, ekki rétt? Já, svona með tilbrigðum sko. Já. En þetta var dálítið skrítið vegna þess að við áttum alls ekki vona á þessum viðbröðum. Þetta var nýtt, þetta var allt öðruvísi heldur en öðruvísi húmor og svona nálgunin að þessum skemmtiatriði var svo gjörsamlega og skjöni við að það sem var að gerast þá sko. Þá voru þetta eftirhermur og gamavísur sko. Svo komu svona bara litlir stuttir brandarar. Þannig að kaffibrúsakallarnir hafa verið réttir menn á réttum tíma. Já, greinilega. Og þetta voru svona alveg svo örstuttir brandar rauninni það kom músikatriði og svo kom Ríó-tríóð og þeir kynntu og svo allt í einu var skotið inn á þess að 2 kalla og við þögðum mest, sögðum eiginlega ekki neitt, svo allt í einu kom fyrirspurn frá honum og 1 svar og svo búið. Og man alltaf eftir við hittum félaga Júlíusar Norður á Akureyri skömmu eftir að þetta var svona vinsælt og hann sagði sko sem hann var ekki alveg búinn að ná þessu sko. Nei. Hann sagði sko, skrítið, þetta einhver anskotans brandar, þetta er stutt þetta helvíti. Af því að allt var stutt sko, brandar voru mjög langir sko. Já, löng saga og svo pöns. En þarna bara var þetta búið og hann var eiginlega búinn átt að sjá því sko. Maður þurfti að hlusta sem sagt. Þetta hlusta vel. Heyrðu, við skulum aðeins líta á það hvernig þeir voru þá. Ég fættist upp í England, já afi minn og frænka, það var utan fyrir Manchester í sveitið. Það er aðgæðast með hana mín maður. Greiði bara misti allar stjálfeyrunar. Hvernig gæstu rætta því? Ég bara lét kona mín að sauma á hann gallabuxur. Gallabuxur? Já. Það hlýtur að hræðilegt að sjá hann í gallabuxum. Nei, það er nú ekkert sérstaklega hræðilegt, það er langt hræðilegt að sjá þegar hann heldur hænunum með annarra löppinni og neppur buxnaklunni frá mig. Minnst þú ættum að fara oftar í bað? Hvaða vitleysi, fyrir bað og hverju mínústu því? Já, en minnst þú ættum að fá allavega að skipta oftar um vatn. Sörfið ánar, árdags í ljóma, uppvís í tóri og skipist í sveit. Ég held ég skilji bara við konuna. Af hverju? Hún heimtar að fá að hafa geitin í svefnherberginu og ég bara þoli ekki lyktina þeim. Og af hverju opnar ekki bara glugga? Þú brjálar og hleyp út öllum dúanum mínum. Góðan daginn. Eyði plötuna þarna. Dirririndindin, 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 dirririndindin. Nei, því miður við hann ekki. Já, kaffibrúsakallarnir. Þetta náttúrulega orðin algjör klassík. Já. En hvað, verður ekkert erfitt að endurvekja þessa félaga? Þeir hafa nú kannski aðeins elst eða hvað? Nei, mér sýnist, þegar maður sér þetta... Mér finnst þér ellilegri þarna. Já. En það var yfirlega haldið, ég man eftir því sko þegar skonda mig, ég var spurður um daginn hver bjó til þetta nafn kaffibrúsakallarnir. Ég spurður að því að blaðamaður sem spurði mig, ég sagði sem satt var, það voru áhorfendur sem bjuggu það til, við hétum ekki neitt. En það var farið að hringja heim til mín, heim til foreldra minna, þar sem ég bjó kornungur, ég er 19 ára gamall þarna, og spurt, er þetta að fá kaffibrúsakallarnir til að skemmta? Og móðir mín hváði, kaffi hvað? Og fólk búið að skýra á kaffibrúsakallarna.
og ég var þá 19 ára og fólk hélt yfirlega að vera að tala við konuna mína, það var móðir mín 50 sko. Þannig að ég segi, ég held að þeir séu miklu elleiri þarna heldur en við erum í dag, þetta ekki? Já, þetta er spurning einhver nokkur grömm og einhver hár grá, öðru leiti svo bara attitút. Já, svo bara afturinn og samfestingur. Já, en eigið þið nú að bröndur? Eru þið núna að semja nýja brandara? Jú, við erum búið mikið í því. Það erum að rifja upp stílinn sko, þannig gamla stíl sko og náttúrulega ætlum að segja eitthvað af gömlu bröndurinn líka sko. En hérna, málið er nefnilega að það sem við ætlum að gera, að við ætlum að halda upp á þetta 30 ára afmælið þeirra, þá ætlum að gera það sem er búið að biðja okkur að gera í síðastliðin 29 ár, þegar við vorum bara í 1 ár, svo hættum við. Ég veit. Og það er að koma fram aftur sko, fram aftur. Og þannig að við erum að tína til gamla brandara og búa til eitthvað nýjum. Hvernig semjiði þið brandarana saman? Gerðu það þetta árið þegar þið voru saman? Já, það mestmegnis, sko, þetta týndum við upp svona eitthvað sem gatt og löguðum til, en mest af þessu þetta er nú svona dálítið sérstakur stíl og þeir verðu að vera í þessum dúr, sko. Viltu segja brandarann, viltu tebrandarann? Nei, hann er ekki í þessum stíl. Nei, það þarf sko fyrsta lagi höfundinn og besta túlkanda þessa stílbrigði sem er Latti sko. Ég skil, ok, þannig að við fáum þetta ekki núna. En hvað er þannig að sýsla þessa dagana? Er líf eftir Björgvin Halldórsson, Gísli? Það getur verið sko hart í ári eftir Björgvin Halldórsson, en jú, það er það. Ég er enn í 2 ára fríi frá svona leiklistaríðkun allri og er að þýða og skrifa. En þá ætla að gera það. Þangað til ég klára þetta bindindi og við Júli höldum upp á þetta. Með því að fara að leika aftur af krafti. En þú, Július? Já, ég er bara svona viðlóðandi þessi leiklistarstörf sem ég er búinn að vera svona laust og bundi í 30 ár, sko. Og sérstaklega þó ég er að leika núna í gamanleikrit í Borgarleikhúsinu og svo reynir maður að framflytja sér að þessu við tókum þessa ákvörðun að snúa okkur að gamanleik sem við höfum verið að reyna að ná einhverjum árangri í þessi 30 ár og Gísli er orðinn ágætur, sko. Já. Júli er að æfa sig. Ég er að æfa mig, sko. En það verðum við það ungir að Nákvæmlega. En það verður skemmtilegt að fylgjast með þessu og þið ætlið væntanlega að vera með stórsýningu þegar Kompakki verður gert opinbert, eða hvað? Já, bara eina stórsýningu, við erum ekki búin að staðsetja hann alveg, en hún verður núna áður en að sko, með hækkandi sól. Með hækkandi sól. Og það er ekki hægt hann að halda upp á svona. En svo ætlum við að gera enn betur í haust, þá ætlum við að sko, í tilefni þessa áfanga, 30 ára leikafmælis, og svo er nú Júli nýorðinn 50 og ég stend á 50 og það er nú hræðilegt að heyra sjálfan sem segja þetta. Það eru 100 ár í sófanum. Og nokkri þeirra sem að standa okkur næst í þessum gamanleikja viðskiptum, showbusiness eins og þetta er aðeins, eins og Edda Björgvins sem er 50 árinu blessun og heldur upp á 25 ára manni sitt, það er ekki. Við ætlum að setja þær á svið. Bara þannig að fólk skiljið það, hún er 50, hún er alltaf búið 25 ára afmæli sitt. Hún er alltaf búið 25 ára afmæli sitt, hún er leik í 50 ára. Og við ætlum að færa upp gamanleik í tilefni þess arna, ásamt fleirum nokkurum ástæðlustu gamanleikur þjóðarinnar, ef þetta orðað þannig. Það verður með haustinn. Frábært. Heyrðu, Kaffi Brúsakallar, þakka ykkur kærlega fyrir komuna. En þessi þáttur er víst löngu sprungin og ég ætla að kveðja í flýti og við sjáumst öll hérna í næstu viku. Þá er það páskarnir gengnir í garð og þá skulum við skemmta okkur saman en í hófi því eins og hæfir á páskum. Verið sæl, sjáumst síðar.